Blessed be his name, blessed be the name of my Lord. Drottinn, við bara biðjum þig fyrir þessari samkomu sem að byrja. Þakka þig fyrir að við mögum koma saman þínu húsi, Drottinn. Þakka þig fyrir að þú ert undursamlegur og þakka þig fyrir að andi þín hér. Fadir, ég lyfta upp honum Keith Wheeler, bróðir okkar, Drottinn, sem að koma út úr COVID. Blessa hann, Faðir Guð, snerta hann, Faðir Guð. Einnig hann David Lynn í Indlandi, Drottinn, sem að veiktist. Við blessum hann. Þakka þig fyrir þína þjóna að þú vakir yfir þeim, ó Guð. Í Jesú nafni. Blessa sé þitt nafn. Amen. Góðan daginn og verið velkomin í dag. Þið sem að heima sitjið, verið velkomin og þið nokkur sem eru hér, innilega velkomin. Við erum komin aftur í þetta að streyma frá netinu og við látum það ekki á okkur fá. Guð er hér og Guð er líka hjá ykkur. Amen. Við ætlum að syngja saman og lofa Guð saman og hlusta svo á Snorra tala. Amen. Þú Guð ert hæstur allra herra, sölum og á jörð. Við komum fyrir þig og fögnum og færa viljum þakkar gjörð. Syngjum þennar sigrað allar sorgir og sefa grátin ár og og vorið eftir vetur, svo vermir ást þín hjörtun köld. Við syngjum halleluja, halleluja, halleluja. Syngjum halleluja, halleluja, hæstur allra herra, heimsins lönd og djúpin víð. Öll kirkjan lítur þér í lotning og lofar nafn þitt alla tíð. Syngjum halleluja, halleluja, halleluja. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna.
sing Hosanna to the King. Amen. Amen. Í dag Pálmasunnudag að lesa áður en ég geri það. Þá ætlum við að gera eitt. Þá ætlum við að fá hann Kitta við píanóið og það ein afmælisstelpa hér í salnum. Hún á afmæli, Hrefna byrjar að standa upp. Hún á afmæli í dag, hún á afmæli nú, Hrefna Brynja. Hún á afmæli í dag. Glæsilegt, til hamingju með daginn. Við ætlum að lesa saman úr Markús 11 og vers 9-10. Þeir sem á undan fóru og eftir fylgdu hrópuðu, Hósanna, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins. Blessaður sé hinn komandi ríki föður vor Davíðs. Hósanna í hæstum hæðum. Amen. Svo sannarlega Guð lifandi og svo sannarlega syngjum við akkurat þennan lifandi Guð í dag. Amen. Framundan smá breyting á dagskrá. Það sem það út að dollu, þú veist, COVID komið aftur, takmarkanir, að þá ætlum við ekki í þessa ferð sem fyrirhuguð var í Stykkishólm, eða á Stykkishólm, eða eitthvað, nei, þannig? Nei. Þannig að því miður, en hún bíður betri tíma. Við munum fara leið og okkur gefst kostur á. Annars ætlum við að hafa hér bíó og á skírdag klukkan 8 og með þeim takmörkunum sem að okkur skylt. Síðan á föstudaginn langa ætlum við að hafa samkomu eða brauðsbrotningu og lofgjörastund klukkan 11-12. Og þið sem eru heima geta tekið þátt líka. Við ætlum að hafa þannig að þegar við brjótum brauðið að þá getið þið haft athöfnina heima. Þannig við hvetjum ykkur sem að geta verið heima endilega verið heima. Þannig það, við deyjum ekki ráðalaus, við notum tæknina og Guð getur svo sannarlega mætt okkur hvað sem við erum. Algjörlega, en við ætlum að leggja þessa stund í Drottins hendur og svo höldum við áfram að lofa Guð áður en Snorri kemur og talar. Heilagi Faðir, ég þakka þér fyrir þennan dag, þakka þér fyrir þetta dásamlega veður sem þú hefur gefið okkur, heilagi Faðir. Og ég biði Drottinn minn að blessa eitt og sérhvert okkar og ég biði Drottinn minn að mæta þörfum okkar, Jesús minn, hverja sem þær eru, Drottinn. Ég biði að hugga þá sem í sorg og ég biði að lækna þá sem sjúkir eru, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þú ert engin hlutur megn. Þú elskar okkur, Drottinn, og þú vilt allt fyrir okkur gera, heilagi Faðir. Ég biði Jesús minn að blessa þá sem að heima eru, Drottinn, og eru að hlusta. Ég biði að mæta þeim, heilagi Faðir. Og ég biði einnig, Drottinn, að blessa samkomuna sem áframhaldandi og þegar Snorri kemur að tala, ég biði að blessa ræðuna, heilagi Faðir. Ég þakka þér fyrir að þú ert hér og þú ert svo sannarlega hér til að mæta í dag. Í Jesú nafni, amen. Við ætlum að taka fórn. Heilagi Faðir, ég þakka þér fyrir fórnina, Drottinn, ég þakka þér fyrir það sem inn kemur, Drottinn, að þú megi blessa það. Í Jesú nafni, amen. Amen. Við ætlum að fara inn í lofgjörina og syngja, endilega takk ég þátt.
hidden glory in creation, now relieved in you, our God. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Death could not hold you, the weight told before you. You silenced the boast of sin and grave. Heavens are roaring, praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival. Firmaka. Hallelujah. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Oh, yours is the kingdom. Hallelujah. Yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, Nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus.
What a powerful name it is, the name of Jesus. Halleluja, Jesus. Takk, Jesus, að þú ert kraftur í orðinu þínu, heilagi Faðir. Halleluja, halleluja, Jesus. Oh, halleluja. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, halleluja, Jesus. Halleluja, takk, Jesus. Halleluja. Þú einn mér uppi heldur, þú úfinn stillir sjó, í eldrun ertu nærri og eflir hugaró. Halleluja, syngjum þessa. Þú einn mér uppi heldur, þú úfinn stillir sjó, í eldrun ertu nærri og eflir hugaró. Ég treysti þér, ég treysti þér.
lækningu. Þið sem eru sjúk, meðtækið lækningu. Jesús getur læknað ykkur í dag. Og ef við erum bara löngun og hann nóg fyrir okkur. Við þurfum ekki meir en hann. Við þurfum ekki allt sem að heimurinn að gefa okkur. Við þurfum bara Jesú. Akkurat í þessum kringustæður, þegar við ráðum ekki við kringustæðurnar, þá Jesús akkurat sá sem að getur komið inn í líf okkar í dag, heilagi Faðir. Ó, takk Jesús að þú ert hér til að mæta. Syngjum þetta saman. Aðeins þú ert mín lækning. Syngjum þetta þið sem heima. Halleluja. Mætir minni þörf. Aðeins þú ert mín löngun. Aðeins þú ert meira nóg fyrir mig. Jesús, ég þarfnast þín. Einu sinni enn. Aðeins þú ert mín lækning. Aðeins þú mætir minni þörf. Ó, Jesús, halleluja. Aðeins þú ert mín löngun. Aðeins þú ert meira nóg fyrir mig. Jesús, ég þarfnast þín. Meira en nóg fyrir mig. Jesús, ég þarfnast þín. Meira en nóg fyrir mig. Halleluja, Jesús. Takk, Jesús. Já, Jesús. Halleluja. Amen. Halleluja. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Eitthvað stórkostlegt, eitthvað gott. Allan minn biturleik, þú tókst á brott. Allt sem ég gat boðið þér var niðurbrotin sál. En eitthvað stórkostlegt, þú gjörðir úr mér það. Ó, Jesús til í að taka þau brot sem þú hefur gert. Halleluja. Eitthvað stórkostlegt, eitthvað gott. Allan minn biturleik, þú tókst á brott. Allt sem ég gat boðið þér var niðurbrotin sál. En eitthvað stórkostlegt, þú gerðir úr mér það. Allt sem ég gat boðið þér, Það var niðurbrotin sál. En eitthvað stórkostlegt, þú gerðir úr mér það. Allt sem ég gat boðið þér var niðurbrotin sál. En eitthvað stórkostlegt, þú gerðir úr mér það. Ó, takk fyrir það, Jesús. 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 Halleluja.
allt sem ég gat borið þér var niður brotin sál, en eitthvað stórkostlegt þú gerðir úr mér verði viljið þinn. Og það er svo merkilegt að Jesús kenndi okkur að biðja þessa bæn: komi þitt ríki og verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Þannig að Guðs vilji á himni, hann vill að hann sé líka ríkjandi á jörðu. Og hver er Guðs vilji á himni? Hvað er á himni? Það er engin sorg, engin armæða, engin sjúkdómar. Og Jesús Kristus, sonur Guðs, hann kendi okkur að biðja þessa bæn að ríki Guðs kæmi niður til jarðarinnar. Að sjúkdómar, þeir myndu hverfa, sorg, armæða myndi hverfa, að Guðs ríkið tæki sér bústað mitt á meðal okkar. Og þess vegna segjum við aftur: komi ríkið þitt mitt á sigrar heiminn, það sigrar heiminn, halleluja. Þú, minn Guð, átt þig. Urra variandor, rosso corianderi, ribadia nesta coriandara, nesta la rabalarandara, ia la la la, tu. Sigrar heiminn,
alla sjúkdóma, alla synd. Þú átt alla dýrð. Nafnið þitt dýrlegt og dýrðina hefur gefið okkur á ný. Þú, aðeins þú ert heilagur. Vil verið þú heill, sagði Jesús. Hann læknaði alla sem til hans komu. Hann læknaði alla sem til hans komu. Frá honum kom kraftur sem læknaði alla. Snertum hann í dag, snertum hásæti hans í dag, snert hann í hjartaðínu, snert hann í trúniðinni, snertum hann. Nafnið æðra öllum öðrum nöfnum, nafnið Jesús, nafnið Jesús, nafnið Jesús. Nafnið Jesús, nafnið Jesús. Þakka þér fyrir andið þinn fyrir þennan sal, drottinn minn. Og þakka þér fyrir engin hlutur þér megn, drottinn. Það ekkert ómögulegt fyrir nafninu. Þakka þér fyrir að lækningar eiga sér stað, drottinn minn. Andið þinn starfar, ó Guð. Þakka þér fyrir að Faðir Guð að við viljum lofa þig, drottinn. Við lítum til þín, ó Guð. Halleluja. Jesús. Gefum nafninu lotningu, Jesús, konungur konunga, Jesús. Hann verður þess að vera lofaður, Jesús. Sannarlega verður þess að vera lofaður, upphafinn. Halleluja. Við gefum þér rúm, drottinn Jesús. Við veitum nafninu þínu dýrð. Við gefum nafninu þínu lotningu, mikli konungur okkar, Jesús. Jesús. Við reisum þér hásæti á meðal okkar, Jesús. 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 Amen. Undursamlegur Jesús. Komið í sæl og til hamingju með þennan dásamlega dag og þakka ykkur fyrir að syngja svona vel fyrir konu mína sem að fagnar afmæli sínu.
Hún yngist nefnilega með hverjum ári. Ég skil ekki hvers vegna svona fallega konur eiga afmæli. Það hafa ekkert með það að gera, það segjast vera eldri en það bara líta miklu yngri út. Já, ég skal stoppa núna. Ég skil skilaboðin. En þetta eru forréttindi kvennanna að þær fá að vera okkar skart, líta vel út og það er ekki ónýtt að eiga svona skart og geta lagt þetta fram fyrir Guð og þakka honum fyrir það sem við höfum þegar fengið. Í dag langar mig líka til þess að minnast á það að við eigum okkar skína fagra skart á himnum hjá Guði. Og áður en að við förum að tala mikið hann sjálfan, þá skulum við aðeins leggja í vegferð og fara í smá undirbúninga þessum degi sem við köllum pálmasunnudag. Það var svo frábært með þennan pálmasunnudag að hann þekktur fyrir það að þeir settu klæði sín á veginn þegar Jesús Kristur kom ríðandi á ösnufóla og þeir settu líka pálmagreinar á veginn þannig að vegurinn hann var eins og teppalagður. Þeir höfðu ekki rauða teppi þá en það voru yfirhafnirnar og það var innmitt pálmagreinarnar. Og kannski það vandamál samtímans okkar, hann skilur ekki hvað við eigum í Jesú Kristi, að við eigum innmitt að passa það að leyfa honum að fá dýrðina og heiðurinn. Og þegar það gerist, að þá vitum við að hann fær í raun og veru hina sönnu Guðs styrkun. Ég ætla að fara með ykkur í Jóhannesar Guðspjall, 12. kapitula, og ræða mín hún verður eiginlega bara þennan pálmasunnudag og hvernig Drottinn lagði til okkar það sem gerðist á dögum Jesú Krist. Og ég held svona ykkur að segja að það sem við sjáum að postularnir að lýsa og Guðspjöllin að tala þetta hafi ekki verið planað, þetta var ekki undirbúið. Þetta var eitthvað sem var eins og bara við getum sagt plug and play, bara hópurinn sjálfur, hann tók þetta upp hjá sér. Og þá ætla ég að byrja á því að fara með ykkur inn í fyrsta versið í 12. kapitulunum og það segir 6 dögum fyrir páska kom Jesús til Betaníu. Þannig að við erum búin að tímasetja þá, þetta viku fyrir páska, 6 dögum fyrir páska. Og við vitum það að á þessum 6. degi þá Jesús Kristus smurður. Svo heldur sagan áfram og við förum ekkert mikið út í þessa sögu, hann hafi verið smurður þarna á 6 dögum fyrir páska, en í næsta kafla fyrir neðan, í 12. versinu, þá segir sá mikli mannfjöldi sem komin var til hátíðarinnar frétti degi síðar að Jesús væri að koma til Jerúsalem. Svo nú búið að staðsetja okkur þannig að hann var í Betaníu 6 dögum fyrir páska, á deginum eftir eða 5 dögum fyrir páska, þá hann á leiðinni til Jerúsalem og þá hefst aldeilis skrúðganga. Og þá bara getum við sagt að sá texti sem við erum með hérna fyrir framan okkur í Biblíunni, þetta elsti texti samfellda sögu heillar viku sem fyrirfinnst í veröldinni. Þú getur hvergi lesið aðra eins sögu og aðra eins sagnarheild eins og þetta Jesú Krist, hvernig hann kom til borgarinnar, hvernig hann leið og dó, hvernig farið var með hann og síðan hvernig hann reis upp frá dauðum. Og af hverju þetta svona vel skráð? Það fyrir þig og mig. Það til þess að við megum vita að Guð hann undirbjó hina fullkomnu fórn til þess að þú og ég þyrftum ekki að leggja okkur sjálf fram sem fórn, heldur gæti við sagt Drottinn, taktu mig í sátt við þig, alveg eins og ég tek Jesú Krist í sátt við mig. Og svo kemur svo skemmtilega fram hérna, þeir tóku pálmagreinar, þetta 13. versið, fóru út á móti honum og hrópuðu, Hósanna, blessað sé sá sem kemur í nafni Drottins, konungur Ísraels. Af hverju þetta ekki þýtt Hósanna? Veitu hvað Hósanna þýðir?
Við syngjum þetta Hósanna, Hósanna, Hósanna í hæstum hæðum og við lítum á þetta sem lofgjörð og lofsöng. En ég ætla að fara með ykkur í Davíðssálm 118. Þetta tekir þaðan. Og þá kemur fram í þessum Davíðssálmi 118, það eru nokkuð vers sem eru samhangandi og hafa sterka vísbendingu eða tilvísun í okkar tíma. Það er alltaf gaman finnst mér, að lesa þessi vers og ég ætla að fara með ykkur í 20. og 1., 2., 3. og 4. og 5. vers. Þetta er eiginlega sá kafli. Ég lofa þig af því þú bænheyrðir mig og ert orðið mér hjálpræði. Svo kemur 22. versið. Steinninn sem smiðirnir höfnuðu er orðinn að hyrningasteini. Nákvæmlega eins og sagt var af Jesúm Krist. Hann var kjarninn, hann var hyrningasteinn bæði lögmálsins og tilverunar. Allt er skapað fyrir hann og til hans og allt á tilveru sína í honum. Þessi steinn sem við erum að tala er Jesús Kristur og honum var hafnað. Hví ósköpunum gerðu menn það? Á hverju völdu menn alltaf eitthvað annað en Jesúm? Svo kemur 23. versið að tilhlutan drottins er þetta orðið, það er dásamlegt í augum vorum. Þetta vers, það fór alveg hraðbyri alla veröldina í fréttunum eftir 6 daga stríðið. Það sást þegar Móse Dajan kom, gyðingarnir voru búin að vinna 6 daga stríðið og búin að vinna Jerúsalem. Þá kemur Móse Dajan, hershöfðingi, hann kemur að grátmúrnum og hann stingur miða inn í grátmúrin og fer með sína bæn. Leið og sneri sér frá, þá ruku blaðamennir til, kiptu miðanum út og lásu. Og þá var það einmitt þetta vers sem að Móse Dajan kom með. Að tilhlutan drottins er þetta orðið, það er dásamlegt í vorum augum. Þannig fór vitnisburðurinn 6 daga stríðið hraðbyri út allan heim, út alla fjölmiðla á einu augnabliki. Þá var þetta vers lifandi. Á hverju verða versstundum svona lifandi fyrir okkur í dag? Hvað er Guð að tala? Hvað er að tala að orð drottins er lifandi og kröftugt og beittar hverju tvíeggjuðu sverði? Sjáu þið eðlið sem Guð leggur til orðanna. Það bara passar allt í einu inn í kringumstæður sem við okkur órað ekki fyrir en við höldum áfram. Við erum ekki alveg búnir. Svo mjög gjarnan þetta hjá okkur, við heyrum þetta afskaplega algengt í söfnum og samkomum hjá okkur. Þetta er dagurinn sem drottin hefur gjört. Við erum öll sammála því. Næsta vers fyrir aftan, fögnum og verum glaðir í honum. Drottin hjálpa þú. Drottin gef þú gengi. Og hér erum við mitt komin að málinu. Hósanna. Drottin bjarga þú. Drottin hjálpa þú. Þegar Ísraelsmenn sáu Jesúm Krist koma ríðandi á östnufóla og þeir hrópa Hósanna, Davíð syni, blessaður sá sem kemur í nafni drottins, þá eru þeir að segja á hebresku, frelsa þú. Drottin frelsað oss. Og vitum við að þeir voru í þessari angist að biðja páskalambið að frelsa þá. Þess vegna kom Jesús Kristur inn samkvæmt spádómunum sem páskalambið sem slátrað var frá upphafi sköpunar. Og orðið var að rætast. Skiljum við hvað Guð er að leggja til okkar í orði sínu. Hann setur klæðafald sinn yfir, hann setur föt sín á og hann setur pálmagreinarnar, þannig að það er bæði menn og náttúra sem vitna að Jesús Kristur er fórnin á Golgata fyrir þig og fyrir mig. Amen. Ég er ekki búinn. Ég er bara rétt að byrja. Og ef ykkur finnst ég við tala of hátt, þá eigum við örugglega skjólhand ykkur. En við skulum láta þetta aðeins fara lengra svona. Ég ætla að fara með ykkur inn í blessaðri sá sem kemur í nafni drottins, konungur Ísraels. Við erum þess vegna að sjá þetta orð rætast 1000 árum eftir að sálmandi skrifuðu þetta í Davíðssálmi 118. Þá er þetta rætast fyrir framan gyðingana. Ætli þeir hafi skilið þetta. Ætli þeir hafi áttað sig á hvað var í gangi. Eru við stundum sjálf blind á atburði samtímas?
Við vitum ekki hvað í gangi og við spyrjum hvað þýðir þetta og hvað þýðir hitt. Af því við hreinlega þekkjum svo illa ritningarnar og tengjum svo illa hvað Guðs andi að segja. En ég ætla að segja þetta við ykkur og leyfið mér það. Eins og Guðs andi hreif fólkið þegar Jesús kom ríðandi á ösnufola samkvæmt orðinu, þannig getur Guðs andi hrifið íslensku þjóðina og vakið henni til meðvitundar Guð almáttugan skapara himins og jarðar. Og við skulum bara biðja fyrir því og við skulum trúa því að það tíminn sem að gerast núna að Guðs andi hrífi íslenska þjóð. Og ég segi alveg hiklaust, Drottinn, þú mátt hrífa mig. Ég alveg tilbúin að leggja bæði yfirhafnir mínar og pálmagreinar niður og segja Drottinn minn, gjörðu svo vel, gakk þú yfir þær, þú átt allan heiðurinn og allan dýrðina, ekki ég. En svo komum við aðeins inn í þetta og það alveg dásamlegt. 14. versið. Jesús fann ungan asna, settist á bak honum eins og skrifað óttast ekki dóttirinni Síón. Sjá, konungur þinn kemur ríðandi á ösnufola. Og hvað þetta orð gamalt? Hvenær var þetta orð borið fram? Við vitum að samkvæmt því sem sagt hérna fyrir neðan, þá þetta orð tekið frá Sakaría spámanni. 9. kapitúli og með þess að 9. vers, eða viljið athuga það. Og það svo gaman að vita það líka. Við skulum aðeins fletta inn upp í Sakaría. Það er í það mennst að 2 bækur sem liggja svona saman í Biblíunni, Haggai og Sakaría. Það eru skrifaðar í ríki sama konungs. Og Sakaría byrjar svona á 8. mánuði annars ríkisás Daríusar. Kom orð Drottins til Sakaría. 8. mánuði. Í Haggai segir á öðru ríkisári Daríusar. Þannig að þessi menn voru samtíma menn. Og það svo merkilegt með Daríus, ég var að velta það fyrir mér, Daríus hann var einn voldugasti konungurinn sem við þekkjum í sögu Persa. Við vitum öll til dæmis með maraþonhlaupið. Ykkur veit allir maraþon. Það gerist nefnilega þessi Daríus, hann tapaði stríðinu við maraþon. Og þá hljóp Grikkinn fyrsta skiptið maraþonhlaup og það var honum til aldu tila. Hann var með fréttirnar, við höfum unnið Persa. Og það var Daríus. Og Daríus, nafnið hans geymt í Biblíunni. Það er svolítið athyglisvert við Daríus. Hann tók sér titilinn konungur konunganna. Og í hans ríki þá tala Sakaría og Haggai einmitt þennan mann sem að mun koma ríðandi á ösnufola, svoleiðis að konungur konungana á dögum Sakaría, við skulum fara í 9. versið, í 9. kapitúla og 9. vers, það kemur þar fram að hann vísar til þessara stórkostlegu atburðar sem að við erum að lesa og fjalla á pálmasunnudag. Og þá svo athyglisvert þegar hann segir hérna 9. versið, fagna þú dóttirinni Síón, lát gleði látum dóttirinni Jerúsalem. Sjá, konungur þinn kemur til þín, réttlátur hann og sigur sæll. Þetta ekki merkilegt? Hann skulle vera nefndur konungur. Og þá Sakaría í ríki konungana sem var þá Daríus. Daríus átti ekki marga mánuð eftir. En Daríus hann bara lifði sitt ævi skeið, en Jesús Kristur sem konungur konungana, hann var á leiðinni. Sjá, konungur þinn kemur til þín, réttlátur hann og sigursæll, lítillátur og ríður asna ungum ösnufola. Annað sem líka mjög athyglisvert meðan Daríus. Daniel talar aðeins hann. Komið með mér í Daniels bókina. Og þá Daniel að segja okkur frá því í 9. kapitúlanum að Daríus tekið við völdum, að það sagt á fyrsta ríkisári Daríusar Ahasverussonar sem var medískur að ætt og orðinn konungur yfir ríki Kaldea. Á fyrsta ári ríkisstjórnar hans hugði ég, Daniel, í ritningunum að áratölu þeirri Jerúsalem átt að liggja í rústum. Og Daniel fór á bæn.
Og Daniel sá bara, nú komin tími á að spádómarnir rætast. Og ef þið lesið 9. kapitulan, þá komist þið að versi sem að segir hérna, tala fram hérna í 5. versinu. Við höfum syndgað, því að Daniel hann að biðja og hann að játa syndir Ísraels lífs. Við höfum syndgað og illa gjört. Við höfum breytt óguðlega og verið þér mótsnúnir og vikið frá boðorðum þínum og setningum. Við höfum ekki hlýtt þjónum þínum, spámönnunum sem töluðu í þínu nafni til konunga, vorra, höfðingja og feðra og til alls lands lífsins. Þetta ekki svolítið kunnulegt? Áður en Jesús kom inn í Jerúsalem þennan pálmasunnudag, þá grét hann yfir borginni og sagði, þú sé líflátur spámennina. Og sjáu hvað þetta gerist, að Daniel spámaður, hann segir þetta í þeim 400 árum áður, þá viðurkennir hann þessa synd líðsins. Þeir drápu spámennina sem gyðingarnir eru svo ánægðir að eiga í dag. Þeir eiga allar bækurnar, þeir eiga allar upplýsingar, en hvað gera þeir með þetta? Og elsku systkini, áttum okkur á því, þegar við erum að tala svona og ég leyfi mér að tala svona, þá ég alveg eins undir þessu sama dómi. Hvað gerir ég þegar ég veit hvað orð Guð segir? Hvernig bregst ég við? Hvernig á ég að bera mig að þegar orð Guðs talar og vill leiðrétta gjörðir mínar og athafnir? Þegar það segir mér ekki tala svona, ekki gera þetta, farðu frekar öðru sér að. Því að samkvæmt Davíðssálmi 119, þá eru lög Guðs, þetta eru ráðgjafar okkar. Við höfum yfirleitt hugsað þannig að boðorð Guðs, já, má ekki og bannað og allt þetta sko. Við setjum þetta í svona neikvæða formið, en ef þú hlustar á vitran ráðgjafa, þá leiðir hann þig út úr alls konar ógöngum. Og hversu oft það ekki þegar menn að líta aftur og hugsa fortíðina og segja, það var þessi atburður þarna. Það var þetta sem gerðist. Fyrir nokkrum árum þá sá ég viðtal, það var sýnt hérna í íslenska sjónvarpinu. Þetta var við einn mesta gangster Breta, einn mesta glæpamann sem til var í Bretlandi. Hann keyrðum á Rolls Royce, hann átti flott föt. Hann var með demantsringa og hann var alveg allur í toppformi, en hann var spurður. Þegar þú horfir tilbaka, hvernig hugsaðu fortíðina? Áttu augnablik sem þú vilt ekki minnast á? Þegar þú horfir tilbaka, þá var það yfirleitt svona. Þetta var fortíðin. Hvað kostar það að gera það sem brot á lögum Guðs? Hvað fylgir manninum þegar við höfum þetta í okkur? Eigum við ekki að biðja Guð að lækna þessi sár? Eigum við ekki að taka gallan okkar og fötin okkar og leggja fram fyrir hann og segja við hann, drottinn, læknaðu mig, græddu mig, listu fyrir mig frá benjum mínum, listu mig frá vondum minningum, leiðu mér að sjá framtíðina að ég fá að vera öruggur í þinni hendi. Þetta eru forréttindi sem við höfum og Jesús grét yfir borginni og það var ástæða fyrir því að hann grét yfir borginni. Daniel var búinn að biðja fyrirgefningu á þessum syndum og Jesús Kristur var kominn til þess að taka þær á sig. Fyrir þínar benjar erum við heilbrigðir, vegna minna gjörða var hann pyntaður og drepinn. Óttast ekki dóttirin Síón, sjá konungur þinn kemur ríðandi á östnu fola. Lærisveinarnir skildu þetta ekki í fyrstu, en þegar Jesús var dýrlegur orðinn og minntust þeir þess að þetta var ritað hann og þeir höfðu gjört þetta fyrir hann. Og þetta alveg stórmerkilegt að þetta skulle standa svona í Biblíunni, hvernig Jesús Kristur kom fram og hvernig þetta opinberaðist allt á þessum eina degi, og við getum sagt, þetta var augnablik í mannkynssögunni þar sem kom saman þrennt. 3 atriði. Fyrsta lagi, orðin sem tölu voru á dögum Daríusar. Mannsins sem sagðist vera konungur konungana. Hann var ekki þarna, en orð spámannana sem þeir fengu þá rættust. Öðru lagi,
Jésús Kristur kemur til borgarinnar sem var sek, alveg svo Daniel sagði við hana, hana. Við höfum lífláti spámennina. Við höfum farið illa með þjóna þína. Og hann bað fyrirgefningar á þessu. Í þriðja lagi þá kemur Jésús Kristur sem páskalambið, sem fórnin, sem fullkomna fórn, ríðandi á östnufóla samkvæmt orðinu sem gefið var í Sakaría 9. Og haldiði að þetta sé allt saman tilviljun? Nei, ekki aldeilis. Hér stöndum við frammi fyrir því hvernig orð Guðs opinberast og rætist alveg eins og það að gera hjá okkur í dag. Á ég að fara með ykkur inn í hana líka. Ég ætla bara að nefna nokkur atriði í viðbót af því mér finnst þetta mjög athyglisvert. Þetta svona snerti við mér. Ég get farið með ykkur í bók Esra. Komið með í bók Esra spámanns. Hann er á undan Job. Og það er svo athyglisvert meðan Esra, þetta er á blaðsíðu 489, þá er sagt að þá gaf Daríus konungur út á skipun að leita skyldi í skjalasafninu þar sem á fjársjóðir voru lagði fyrir til geymslu í Babylon. Þannig að hér er Daríus líka á dögum Esra. Svo við erum alltaf að koma með 3 bækur í Biblíunni sem nefna Daríus konung. Og hvað er verið að segja hérna við okkur? Jú, merkisatburður á fyrsta ári Kýrusar, segir í 3. versinu. Gaf konungun Kýrus út svólátandi skipun, hús Guðs í Jerúsalem skal endurreist verða. Og Daríus, hann lét áfram byggja þetta hús. Daríus, hann talaði líka við Nehemía og leyfði Nehemía að byggja múrana. Svo Daríus konungur, sem að kemur hér við sögu, hann er þannig þekktur fyrir að vera samtímamaður Esra, Haggai, Sakaría, og hann leyfir byggingu musterisins og hann leyfir byggingu múrana á dögum Nehemía. Og þetta allt saman tilviljun? Það var verið að undirbúa spádóminn sem að Guð var þegar búinn að tala að mannssonurinn hann skyldi framseldur verða. Ef þið lesið aðeins lengra í Daniels bókinni 9. kapitula, þá komið þið að þeim hluta það sem talaður 77 eru gefna líðþýðnum Ísrael. Það var á dögum Daríusar. Þá var tímatalið gefið. Og svo löngu seinna, þegar tímatalið átti að vera í fullkomnun, það var gefna 77 en við 6907. Á næst síðustu 7. þá skyldi fórnin vera lögð fram. Við köllum það páskafórn Jesú Krists. Við köllum það fórnina þegar Jesús lagði sjálfa sig fram. Reið inn á östnufóla, heyrði, hósanna, frelsa oss. Og hann lagði sjálfa sig í sölurnar. Hann vissi hvað framundan var. Hann vissi að vikan sem við erum að telja, þetta var ekki sæluvika. Þetta var ekki ykkur dýrðarvika. Þetta var vika þjáninga, þrauta, erfiðleika. Þetta var vikan þegar allir hröktust frá honum. Hann stóð einn og yfirgefinn. Þetta var vikan þegar hann stóð frammi fyrir Pontiusi Pílatusi. Þetta var vikan þegar hermenni fengu frjálsan aðgang. Að rífa hann og tæta hann niður, slá hann, spáðu, hver lamdi þig? Þetta var vikan sem þið bundu augu hans og fóru illa með hann og þeim var alveg sama þennan mann sem hafði gert gott, gengið í kring og grætt alla þá sem af djöflinu voru undir okaðir. Áttan þetta skilið. Hvað er að manninum að fara svona? Hvað er að okkur, sískinni? Hvað býr hið innra í okkur þegar við erum tilbúin til að leggja okkar vonsku og ilsku á einn mann og jafnvel segja við hann, Jesús, ég skal bara þjóna þér þegar ég er komin að dauðanum, þegar ég bara er rétt að gespa gólunni, þá skal ég þjóna þér. Það er mjög margir sem að gespuðu gólunni áður en áttuðu sig á. Vinur minn eitt sem býr hérna á Suðurnesjum, hann var fyrir því óláni. Hann var sestur upp í flotta jeppan sinn, nýja, og hann er að fara á stað og skyndilega þá fær hann hjartaáfall. Og hann stífnar allur, stígur bensínið í botn og bíllinn fer stjórnlaust yfir veginn
út þar sem að börn voru að leika, höfðu við leikið sér rétt áður, yfir skrjót og klungur, eyðilegði jeppan, það var rétt að bjarga honum og konum á spítala og dóttirna sagði við hann, pappi, baðstu Jesúm að frelsa þig þegar á þessu gerist? Nei, ég hafði engan tíma til þess. Það var nefnilega málið. Augnablikið að láta frelsast núna. Ekki yfirgefa Krist. Legðu þitt fram. Legðu pálmagreinarnar þína niður. Hættu að þykjast vera stór og mikill maður. Komdu í lítillæti. Og séu drottinn Jesús, þú ert verður þess að ég fylgi þér. Ef við byrja saman. Jesús minn. Ég bið fyrir því elskaði Herra, þessi páskavika, þessi dymbilvika, hún megi vera okkur fögnuður og gleði. Og við biðum fyrir Jesús að lækning þín og lausn komi yfir okkur og við segjum, Jesús minn, frelsaðu mig. Ég vil ganga þér á hönd, vertu drottinn minn og Guð minn. Til þess komst í þennan heim að verða konungur og herra og stjórnandi og drottinn og ég beygi mig undir þitt vald, gerðu mig að þínum læri sveini. Í Jesú nafni. Amen. Og megi orð drottins varvita ykkur og vera með ykkur og blessa ykkur á öllum sviðum. Í Jesú nafni. Amen. Gjörðu svo vel, Kitti minn. Þú, 'cause þú ert mér löngu, aðeins 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 þú ert mér löngu
What a beautiful name it is, that name of Jesus. You were the word at that beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now relieved in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful
the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand Against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Undursamlega. Amen. Takk, Jesus. Amen. What a powerful name it is, the name of Jesus. Og í dag endum við þessa stund með þessum orðum. Að kraftu Guðs megi vera yfir heimilinu þínu, yfir lífið þínu og umlíkja þér kærleika Guðs Krists. Og að vikan framundan megi vera dásamleg vika. Að kærleikur megi umvefja heimilið þitt, börnið þín og allt þitt. Við hérðan frá Hvítasunarkirkjunni biðjum Guðs blessunar inn í páskavikuna og mundu að Jesús, kraftur Guðs, fylgir nafninu Jesú. Amen.